Við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Núna í vikunni hófst Hönnunarmars, loksins eftir langa bið og það mikið gleði efni því að Hönnunarmars ætlar að koma til Akureyrar 28. og 29. maí og vera í Hofi. Og hingað til mín eru komnar í gegnum fjarfundabúnað, Hlín Reykdal og Aníta Hillekkar. Verið hjartanlega velkomnar báðar tvær. Takk fyrir. Takk fyrir. Og gleðilegan Hönnunarmars. Já, sömuleiðis. Hvernig leggst þetta í ykkur? Rosalega vel. Við erum búin að fá alveg góðar móttökur og þetta er ótrúlega gaman. Bara bjóða fólki að sjá það sem við erum að gera, bæði það sem er að fara að koma í framleiðslu til okkar með haustinu og svo bara það sem er líka bara í vinnslu. Og ég held að fólk er bara ótrúlega gaman að koma líka byrja í verslunum og spjalla við okkur og sjá hvað við erum að bartusa. Já, við vorum með viðburð í verslunum okkar kiosk sem við erum með í Reykjavík út á Granda og það voru bara frábærar viðtökur í gær og mjög skemmtilegt og þá var Aníta þú varst að sýna nýja gleraugnalínu? Já, gleraugnalínu sem ég er að gera með bresku fyrirtæki og þetta er svona frumraun mín í gleraugngerð og hönnun að gleraugum og sorglerugum og ég var að kynna það bara frumgerðirnar og þá líka að spjalla hvernig allt það ferli var. Svo var Eygló sem er annar samstarfsaðili okkar, hönnuður. Hún er að frumsýna nýja fatalínu sem hún gerði í samstarfi við Hugleik Dagsson, myndlistamann. Og svo er Magnea Einarsdóttir sem er með prjónamerki merk Magnea. Hún er að frumsýna líka línu sem kemur í haust og það er svona samtal þar sem áhorfandi getur haft svolítið áhrif á bara ferli, litavalið og sérböndin og allt svona. Þannig að við erum allar mjög ólíkar hvað við erum að frumsýna. Já. Svo er annað merki hún Helga Lilja sem er með merki sem heitir Biðja heilsan í slipp. Hún verður með sýningu núna á föstudaginn í Vesturbælaug og verður frítt inn í laugina. Og þá verður svona samunnin dans ofan í lauginni og ótrúlega spennandi viðburður sem hefst þar á morgun. Og svo er ég að sýna nýja skartgripalínu sem ég hannaði fyrir merkið sem heitir Skaparinn sem erum selt í Stefánsbúð sem mun líka koma til Akureyrar næstu helgi. Og Skaparinn er að frumsýna nýja fatalínu og svo erum við búin að vera í svona smá þróun á töskum sem við erum búin að vinna úr efnum frá seglleikarinn Ægi. En það er líka að koma líka í ljós mistökin sem verða þess í hönnun. Af því þetta er ekki alltaf alveg slétt og fellt, það sem er að vinna. En það verður annað kvöld inn í Stefánsbúð og svo er opið hjá okkur bæði í kiosk núna alla helgina. Þannig að fólk er á höfuðborgarsvæðinu hvetjum fólk til að koma og kíkja á okkur og svo niður á Laugaveg líka. En svo ætlum við að koma til Akureyrar næstu helgi og vera í Hofi í Kistu. Einmitt, þetta er heldur betur fagnaðarefni og gríðarlega mikil breidd í þessu hjá okkur, verð ég að segja. Þetta er magnað. Já, við erum allar mjög ólíkar en erum með svona okkar styrkleika og okkar kúnnahóp og saman er þetta svolítið gaman, þetta er svona, þess að er mikil breidd og þetta er bara ólíkar leiðir hvernig við búum til hluti og hönnum, Þannig að, og við náttúrulega erum alltaf í alltaf að gera eitthvað, þannig að þegar fólk kemur til okkar og er spjallað við okkur, þá færi alltaf svona smá innsýn inn í hvað við erum að gera, Já, þetta er líka eins og með kiosk sem við erum með búðina sem við rekum saman út á Granda, þá erum við líka alltaf á vaktinni sjálfar, þannig að viðskiptavinurinn getur nálgast hönni og það finnst okkur svolítið mikilvægt og það líka gefur okkur svo mikið að vera í þessum samskiptum við kúnnana okkar. Það er alveg okkar besti gagnrýnandi, Einmitt og hvernig leggst það í ykkur? Ætlið að koma allar norður? Já, við komum bara held ég allar, er það ekki? Jú, já. Stefnum að því og við verðum þarna á föstudeginum með opnun í Hofi og á laugardeginum. Já. Og við ætlum að hafa líka eitthvað svona, það verður bæði nýjar vörur og eldri vörur og svo verður eitthvað svona frumgerðum líka. Við ætlum að líka koma svolítið bara með þessa Hönnunarmars eins og við erum með hér til Akureyrar og svo verður eitthvað svona gaman, einhver uppákomur kannski inn á milli. Já, ættum við að gera eitthvað happdrætti og eitthvað svona, ég held að ætlum að vera með eitthvað svona smá stöð og
kannski eitthvað smá kokteil eða eitthvað. Það já. Hafa líf og fjör í þessu, það að gera. Já, það var ekki hverjum degi sem að fyrir til Akureyrar, svo númer 1, 2 og 5 að fara í klósettrennibrautina, sko, líka, við ætlum að reyna að ná því. Auðvitað. En það hlýtur að vera mikið gleðiefni að þó það sé í maí að geta haldið hönnunarmars. Það dásamlegt, þetta búið að vera náttúrulega svolítið, sko, við vorum svolítið svona mikil bið í gangi. Það var alveg spurning hvort það yrði frestað þangað til í júní og það var náttúrulega gaf auguleið að þetta er ekki mars. Þannig að maður er búin að vera sko í þessari þróun að undirbúa hönnunarmars og svo það hönnunarmæ og þannig að það er búið að vera, já við vissum ekkert hvort þetta yrði núna í raun og veru. Nei, þetta er bara eins og allt í samfélaginu sko, þú veist, það þarf bara svolítið að taka einn dag í einu en þú veist, þetta er bara frábært að hafa þetta í maí því það er svo mikið gleði með þú veist, sumrinu er bara gott veður og svo er líka bara fólk mjög tilbúið einhvern veginn að, þú veist, það er svo tilbúið í eitthvað skemmtilegt, sko. Það er búið að vera, þú veist, svolítið svona þungur veturinn, þannig að við erum rosa spenntar að koma til Akureyrar. Við erum eiginlega alveg bara, við erum búin að vera bara eins og við séum svona, eins og kannski Akureyri held ég sé búin að upplega því ég fór nú fótboltamót hérna fyrir vetur og það var nú bara eins og fara til útlanda, það var maður bara fekk ekki inn á einasta veitingastað sko því að allir á borginni voru mættir á skíði. Já. En mér líður pínlítið að sé að fara í vinkonuferð til útlanda. Já. Já. Það er bara þannig, það er bara svoleiðis. Þetta er bara magnað. Ég hlakka mikið til þess að sjá hvað þið komið með og við hvetjum auðvitað alla til þess að kíkja annarkvort til ykkar í kiosk út á Granda eða mæta í Hof helgina 28. og 29. maí. En bara, mér finnst þetta ótrúlega magnað sem þið eru að gera og ég bara óska ykkur góðs gengis með þetta allt. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að bjóða þig. Takk fyrir okkur, hlakka til að koma. Segi það. Bye. Bless.